Einu sinni var 25. þáttur, árin milli stríða. Menn dreymdu að fljúga. Þið muni Leonardo da Vinci árið 1496. Þetta ætti að takast á loft. Maður stígur bara á fótstíginn. Að fljúga. Þú ert alltaf stórlungur. Þú ert á þungu, vinur. Svona. Menn hafði lengi dreymt að fljúga, eins og saga Íkarusar vitnar um. Árið 1678 gerði Bernier tilraun. Tilraun Bakkavils árið 1742. Tilraun de Jens árið 1806. Og tilraun Breants árið 1854. Og árið 1868. Sjónum til, já. Þá urðu örar framfarir. Þetta gufuknúin þríþekja Stringfellows. Hei, gætum okkar. Já. Fluggufuvél eftir Thomas Moy árið 1875. Flugvél Tatans árið 1879. Margir draumar, margar vonir urðu að engu áður en brothættum veruleika var náð. Árið 1895 flaug Otto Lilienthal. Hann flýgur. Elfi sattstjóri, líttu á. Clement Adler árið 1897. Víst gátu menn flogið. Þeir urðu bara að læra það. Árið 1903 luku Wright-bræður við fyrstu flugvél sína. Árið 1906 hófst Santos Dumont vélin á loft. Árið 1907 var það tvíþekja Voisins. Á næstu árum sáust mörg furðutæki. Franska flugvélin, danska Ellehammer-vélin, bandaríska Russie-vélin, bandaríska Signet-vélin, breska Safety-vélin, franska Sjödan-vélin, ítalska Aero Curvo Poncelli Miller-vélin, franska Equili-vélin, breska Edvard Rombaud-vélin. Árið 1909 flaug Blériot yfir Ermarsund. Styrjöldin hófst 1914. Hvernig máttu hagnýta sér flugvélar? Breska Avro-vélin, þýska Römpler-vélin, ítalska Macchi-vélin, franska Spat-vélin. Geturðu reynt að fljúga á hvolfi? Róbert leysir þig af meðan þú jafnar þig. Gangi ykkur vel, vinur. Þarna, þarna! Pétur, ertu særður? Bíddu, ég kem. Stattu þig. Svona. Svona. Honum takst að lenda. Vel af sér vikið, drengir. Vel af sér vikið. Húrra, húrra! Já, lestin að koma. Já, þeir að koma. Lestin að koma. Já, húrra! Húrra! Húrra!
Þetta er pabbi þinn! Pési, þetta er pabbiðinn! Þetta er hann lungu minn! Við erum komnir! Sæll! Geturðu hjálpað mér, elskan? Ég er að koma, mamma. Ég kem rétt strax. Hvernig líst þér á, mamma? Almáttur, hvílík hörmung! Ertu orðin vitlaus barn? Sjáðu, Pétur! Mamma þín hefur lög að mælað. Þetta er ósiðlegur útgangur. Akkurju? Reyni að vera nútímaleg. Heyrðu, telpa mín. Sælt fyrir fólkið. Er ég seinni í matinn? Mikið ertu fyndin svona. Þú ert eins og strákur með þetta stutta hár. Já, við vorum að fljúga þarna og... Já. Og bjóða þér. Í næsta stríði verð ég fréttaritari fyrstur á staðinn. Já, Pési, þú verður ljósmyndari. Skálum fyrir Róbert. Hann bjargaði lífi mínu. Án hans værum við ekki hér saman í kvöld. Pétur, ertu særður? Fröken, viltu dansa? Verð ekki að óna á dömuna. Má bjóða þér upp í dans. Má ég kynna mig? Ég er Stórlax, aðalforstjóri stórs fyrirtækis. Ég get veitt þér allt sem þið dreymir um. Allt sem þið dreymir um. Hvað er svona fyndið? Þú ert að fara seinna, elskan. Fyrirgefðu. Varstu ennast í vængin við flugvélarnar? Ég var flugmaður í stríðinu. Versalasamningurinn var undirritaður. Sumum var misboðið og öðrum ofboðið. Hann fól í sér fræ komandi illdeilna. Við þurfum hvorki á hetjum né ofurhugum að halda hér. Við höfum samband. Þakka þér samt fyrir. Hvað ertu að gera? Ekkert. Hertu upp hugan, Pétur. Við komumst að meðan ég hef vinnu. Svona það leggst eitthvað til. Já. Sannaðu til. Vertu ekki svona dapur. Ég heyri að börnin er að koma. Sæl, mamma. Gakt í bæinn. Hvað er að? Sæll, elsku pabbi. Er eitthvað að? Ætli ég taki ekki vélvirkja starfinu sem er böðst. En þú, Róbert? Ég tek þátt í flugsýningum. Það er vel launað. Sælt veri fólkið. Sæl, mamma. Þvoðu þér hendurnar. Já, mamma. Alveg rétt, ég er með bréf til pappa í vasanum. Hér er það. Gerðu svo vel. Ég er líka með dálítið handa þér. Sjáðu. Hvað er það? Stórkostlegt. Ertu ánægður? Er þetta alvöru myndavél? Já, handa verðandi fréttaritara. Umsókn mín var tekin til greina, ég fæ að fljúga. Ég fæ að fljúga. Þarna sérðu. Árið 1920 hafnaði bandaríska þingið aðild að bandalagi þjóðanna sem var þar með blekking ein. Bandaríkin einangruðust og rufu sambandi við máttfarna Evrópu. Sakko-Vanzetti-málið var tákn þessarar óvildar. Í München sáust fyrstu brúnstakkar nasista. Á Ítalíu börðust svartstakkar Mussolinis gegn sósíalisma. Í Sovétríkjunum fóru allar tilraunir til andbyltingar út þúfur. Á Írlandi geisaði blóðug styrjöld.
Jæja, hvernig leist þér á? Þú átt eftir að drepa það á þessu. Farðu varlega að þetta er aflmikil vél. Hver er þetta? Adrienne Bolland. Er hún flugmaður? Afbragðsgóður flugmaður. Hún veðjaði við Caudron og fær flugvélin í vinning ef henni tekst að taka bakfallslykkju. Henni tekst það aldrei, það er ekki kvenmanns verk. Hurra, stórkostlegt. Áfram, Adrian, ég stend með þér. Þetta er ansi gott í henni. Annað eins hefur ekki sést. Hún kemur mér sveimir á óvart. Hún er alveg frábær. Árið 1920 flaug Adrienne Bolland fyrst kvenna yfir Ermarsund. Róbert, ég vil læra að fljúga. Ertu frá þér? Þetta er ekkert fyrir konur. Hvað hana? Já, hún er algjör undantekning. Já, það er ég líka. Það kemur ekki til greina, þetta er útrætt mál. Þú manst það að fara mjög varlega. Já. Þú ferð varlega. Árið 1921 flaug Adrienne Bolland fyrst manna yfir Andesfjöll. Verið nú alveg kyrr bæði tvö. Svona. Já, gott. Svo ferði í bíó. Þetta sama ár, 1921, sáu menn viðureign aldarinnar í Jerseyborg, Dempsey gegn Carpenter. Einn, tveir, þrír, fjórir. Bandaríkin og Japan urðu stórveldi, en Evrópu hnignaði. Lýðræðið þótti ekki skilvirkt og fasisminn blómstraði. Árið 1922 gengu meinhægir svartstakkar Mussolinis til Rómar og það næði til að Viktor Emanuel konungur fæli Mussolini stjórnarmyndun. Sæll, Fúsita. Nýjustu fréttir. Sestu, ég ætla að mála mynd af þér. En ég verð að selja blöðin. Ég kaupi öll. Franska þingið hafnaði frumvarpi kosningarétt kvenna. Einn blaðamaður skrifaði: Þeim verður að vera ljóst að konur eru óæðri verur, bæði andlega og líkamlega. Undan því verður ekki vikist. Blaðamaðurinn hét Shalom. Þetta var á því herrans ári 1923. Nei, hann er annast. Sælt verið fólkið, hvað er títt? Hvað er drykk? Ok, til að ég. Í Sovétríkjunum reyndi aðalritari kommúnistaflokksins Stalín að ná völdum. Í Þýskalandi fór valdaránstilraun Hitlers út þúfur. Á Ítalíu fengu svartstakkar meirihluta í kosningum.
Ungfrú, fáðu þér hressingu með okkur. Ætlum við bjóða mér? Auðvitað, þú ert svo lagleg. Hvað má bjóða þér? Róbert loksins! Elskan mín. (1924) samdi Hitler Mein Kampf í fangelsi. Þar greindi hann frá öllum áætlunum sínum. Las nokkur bókina þá? Í kvöld kemur fjölskyldan saman heima hjá mér. Halló Pétra, ég komin. Hvað gott að þú komst heim, ástin mín. Hvað feiti er þetta? Þetta er það allra nýjasta. Fegrunarkrem sem nærir húðina. Eftir 2 vikur sérðu ekki mun á mér og dóttur okkar. Og svo keypti ég þessa nýjung rafmagns eldavél. Þetta eru framfarir. Og þá er það Jósefína Baker. Árið 1925 nutu þeldökkir söngvarar mikilla vinsælda í París. Maurice Chevalier. Og Edith Piaf. Árið 1926 átti ríkiserfi Belgíu Leopold Prins í hugljúfu ástarævintýri við Ástríði prinsessu. Þá er loftfimleikunum lokið. (1926) gerði Murnau kvikmynd Faust. Það sama ár fengust 4 súgur fyrir frankan í París. Ég kom með bestu myndirnar sem ég hef tekið á ferðum mínum. Í Chicago var Al Capone einvaldur. En skemmtilegt. Bandarískum konum lá við yfirliði þegar fréttist af láti ungs manns með vel greitt hár. Það var Rudolf Valentino. Prýðilegt. Komið að sjáuð bestu skemmtiatriðina mótnað. Sýningin er að hefjast. Bienvenue. Heyrðu mig. Ræsa. Velmegun áran eftir stríð fór dvínandi. Menn mistu áhugan á flugsýningum. En nú er búið að fínstilla flugvélina. Róbert ætlar að freista þess að fljúga yfir Atlantshafið ásamt aðstofaflugmanni. Ó já, Mikki Mús sást í bíói. Friðsælu skeiði var senn lokið. Þeim tekst þetta. Ó, húrra fyrir hetjónum, húrra. Ó, bravo! Ó, Róbert! Húrra! Nú mega hetjurnar ekki hreyfa sig. Húrra! Þessi stund verður í minnum höfð. Það var mikið hugrekki til. Gangi ykkur vel! Húrra fyrir hetjónum! Húrra! Já, þarna fer hann á lágt! Húrra! Eftir þetta spurðist ekkert til Róberts. Á þessum tíma fórust margir flugmenn. Hertu upp hugan, elskan mín. Hér var kaffi sem ég malaði í rafmagnskaffikvörninni. Líttu á þetta. Pabbi þinn gaf mér þetta útvarpsviðtæki. Þann 21. maí 1927 urðu mikil tíðindi. Lindberg flög yfir Atlantshafið. Lindberg tókst að. Nýjasta útgáfa. Lindberg tókst að. Kaupi blaðið. Lítið á þessa mynd.
Blaðið greiddi mér 100 franka fyrir hana. Það er ágætt. Nú höldum við upp á þetta. Komdu með okkur, ég býð ykkur í bíó. Stórfínt. Þetta er fyrsta talmyndin, jazzsöngvarinn, hún er víst mjög góð. You make them blue, sunny boy. Al Jolson. 1927 voru Sacco og Vanzetti teknir af lífi í Bandaríkjunum og olli þá óeirðum í Evrópu. Þeir fengu uppreisn æru hálfri öld síðar. Árið 1928 sló Marie Bastille met í stanslausu flugi. Hún átti eftir að slá mörg önnur met. Árið 1928 gerðu 60 þjóðir Briand-Kellogg samninginn sem átti að útiloka stríð. Var mannkynið að vitkast? Lít á, þetta er rafmagnstraujáll. Ég skal. Góðan daginn hér, góðan dag. Komstu með þetta allt, Fróði? Ég er með þetta og svona. Já. Þetta er nýjasta uppfinningi mín, ryksugan. Hvaða gagn gerir hún? Hún sogar ryk með rafmagni. Lítið nú á. Já, svona. Já, fer hún á stað. Nei, ættu nú, hvað? Komdu hingað segi ég, komdu hérna, bölvað ódæmbernið þitt. Komdu. Hvað er þetta? Viltu vera kirkjafnæðin? Niður með þig, komdu. Sestu. Nei, ekki ráðast á mig. Það eru meiri græðkin í henni. Hjálpiði mér. Fréttarittur okkar í New York segir okkur alvarleg tíðindi af verðbréfamarkaðnum. Mikið verðhrun getur haft varanlega áhrif á efnahag landsmanna. Hrunið í Wall Street 1929 gerði allar friðarvonir að engu. Kreppan í Bandaríkjunum hafði áhrif allan heim. Brátt urðu 40 milljónir manna atvinnulausar. Fögnuði eftir stríðsárana var lokið. Árið 1932 varð fréttaritarinn Pési vitni að miklum atburðum. Bless. Hvað gerist nú? Já, hvað gerist nú? Nú urðu tímamót. Kreppunni fylgdi uppgangur fasismans. Árið 1932 fengu nasistar 37 af 100 atkvæða. Þeir nutu stuðnings þýskra auðjöfra og hersins. Árið 1933 komst Hitler til valda með 89 af 100 atkvæða. Hann kaus að sameina þjóðina með kynþáttahatri og kendi gyðingum allt sem miður fór. Svo hervæddi hann þjóðina. Mussolini réði yfir Ítalíu. Í öllum Evrópulöndum tók einræðið við af auðmagnstefnu sem hafði mistekist. Í Bandaríkjunum var Roosevelt forseti. Það sama ár flög Amelia Earhart yfir Atlantshafið. Árið 1934 urðu svo óeirðir í Frakklandi vegna stafískinhneykslsins. Árið 1936 tók Hitler Rínarlönd. Hinter uns tretet an das große Werk der Rettung unseres Volkes. Mikið er notalegt að vera hér. Hvað eru þið að gera hér? Hypjið ykkur burt. Frakkar aðhöfðust ekkert. Þeir vildu heldur njóta líðandi stundar. Það var þó helst. Burt, sagði ég. Nei. Ítalir tóku Eþjópíu öllum að óvörum. Þá kom berlega í ljós vanmáttur bandalagsþjóðanna. Á Spáni var blóðug borgarastyrjöld prófsteinn einræðisherjanna. Í Sovétríkjunum voru aftökur tíðari en dæmi voru í sögu mannkyns. Árið 1938 var Austurríki innlimað í Þýskaland. Svo kom rauðin að Tékkóslóvakíu. Chamberlain og Daladier var vel fagnað þeir snéru heim frá München, þar sem þeir höfðu látið í minni pokann fyrir Hitler.
Árið 1939 vakti það furðu Frakka, Breta og Pólverja að Stalín gerði samning við Hitler sem hafði þar með frjálsar hendur í Póllandi. Viku síðar, þann 1. september, hófst stríð með innrás í Pólland. Þjóð með 100 milljón manna her tók þátt í átökunum. Yfir 50 milljónir manna létu lífið. Tíu milljónir óbreyttra borgara, kvenna, barna og eldunga létust í útrýmingabúðum nasista í nafni haturs. Flugvélin Enola Gay flaug til Hiroshima. Hver bar sigur úr býtum? Evrópa var í sárum. Í febrúar 1945 var gert samkomulag í Jöltu. Þar átti að tryggja friðinn. Sá friður var valtur og reistur á ógnarjafnvægi. Hvað varð manninn? Manninn sem rétt gat gengið uppréttur?